Hérna Máni Annar að koma. Tekur beyguna hérna inn í innsiglinguna, siglir þetta upp í sólina. Háum smá svona sólarsetur hérna á honum. Þetta er nokkuð fallegur bátur hjá Ragnari. Þetta er eitthvað hörku sjóbátur. Svona gengur lífið fyrir sig hérna í Straumgerði. Katrín er búin að landa. Jæja, það er farið að kvölda hérna. Það er farið að rökkva. Andey er að koma í land. Það er Bjössi, skipstjóri sem er á henni. Hann er nú búinn að fiska ágætlega hérna. Ég hef verið að hanga þetta 4-5 tónnum á dag. Jæja, þá er Andeyinn komin inn í hafnarminnið. Þetta er uppáhaldsbáturinn hans Bjössa. Það vill ekki vera neinu öðru en þessu. Þá er Andeyinn komin inn. Þessi siglir hérna. Tjekka maður hvað hinni voru með. Þá er Bergur Vigfús komin í land. Mér skilst að hann sé með ykkur 4 tonn. Og rétt á eftir honum er annar bátur. Og það er Benni þessu. Þá er Benni komin í land. Þetta er eiginlega fyrsta skipti sem að Benni er inn í Sandgerði. Hann hefur yfirleitt haldið sér fyrir austan. En hann er komin til Sandgerðis. Það sjálfsögðu. Síðasti báturinn á leiðinni í land. Allan sem ég ætla að taka vídeo af eða mynd af. Búinn að leggja helvíti mikið á mig fyrir þetta. Labba hérna eftir grjótvandagarðinu sem sjáið. Það er helvítis, já, má ekki segja helvítis. Það er bölva príl að gera þetta. Það er einn lítill bátur eftir að koma. Og hann er nokkuð sérstakur því að þetta er eini handfæribáturinn sem að fór að róa í dag hérna. Og það er nokkuð merkilegt. Þetta er ekki stór bátur. Frekar lítill. Og þessi bátur heitir því skemmtilega nafni Steini. Ég ætla að reyna að tróða mér hérna út eftir. Með svona góðu lagi. Jæja, síðasti báturinn í þessari Sandgerðis yfirverður er dætt í land og þetta er minnsti báturinn, Steini. Eini handfæra báturinn sem fór á sjó í dag. Hann var á sjó í Gaska. Steini kominn inn í höfnina. Ég ætla svo að brölda hérna eftir garðinum og kanna hvað hann er að fiska. Bara minni á það undir. Það er svona subscribe button. Ég geti ítt á hann. Þið vitið alveg hvað það þýðir. Þýðir bara áskrift.